Og áfram höldum með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að forvitnast kirkjukór Akureyrarkirkju. Velkomin Björg og Eyþór Ingi. Takk fyrir. Þú ert kórmeðlimur Björg. Já. Og þið eru að lýsa eftir karlmannsröddum frétti ég. Já, það væri mjög gott að fá nokkra kalla með okkur í lið. Þeir eru hlutfallið aðeins farið úr skorðum. Er alveg hægt að heyrast í bassa og tenor? Nei, þeir eru rosalega góðir, þeir sem eru. Já. En það er svona orðið svolítið mikið meira af konum. Og þetta er stór kór, það þarf alveg að vera svolítið svona... Við erum alveg í kringum 90 til samans. Já, vá. Já. Þannig að það væri, bara fyrir alla kallmenn sem hafa einhvern áhuga að syngja. Akkurat, þá er þarna tækifæri. Er þarna mjög gott tækifæri. Í svolítið skemmtilegum kór, myndirðu segja? Já, við syngjum alls konar tónlist. Það er mjög lítið að syngja í messum. Hvernig stendur á því? Að vera í kirkjukór og syngja svona lítið í messum? Við erum bara svo mörg, þannig að við erum skipt niður. Við erum skipt niður í 3 kóra og svo eru aðri kóra líka og einsöngvarar sem syngja. Þannig að það er í mestalagi einu sinni í mánuði sem þarfst að mæta. Þetta er engin binding? Engin binding. Og þú stjórnar kórnum og ert organisti kirkjunnar? Já, við erum 2 organistar og annar þeirra. Já, og þetta er bara alltaf mikið í stuð? Já, það er bara þannig. Og hvaða lög, færð þú alveg, ertu einráður með lagavalið, eða þið, organistarnir? Já, eiginlega. Það er svona, auðvitað erum við í samstarfi við prestana í kringum helgihaldi, sko. En ég er svona, það auðvitað lítast kórastarfið af smekkmanni. En svo er bara einhvern veginn, því að nú er ég að syngja með kirkjukór líka í vetur og það er alls ekkert alltaf verið að syngja sálma í kirkjunni. Nei. Það er alls konar falleg lög bara sem fá að vera með. Já. Okkar kannski svona skipulega þannig að það er í messunum eru sungnisálmar, það er svona reyndar að fá söfnuðinn svona almenna söng, það er sungið einrætta með orgel í botni eða píanó eða eitthvað sko. Og allir með sálmabókina og bara allir að syngja. Blasta svolítið. En í staði, og við æfum ekki svona gömlu 4-ratta sálmana, eða voða lítið af því, heldur fær þá hver messópera, hver kór tækifæri til að syngja hvað sem er krefjandi. Þannig við erum að syngja svona 3 til 4 svona kórlög, alvöru kórlög, hverju messu, hver hópur. Sem hlýtur að vera bara alltaf stuð, það er svona gaman fyrir kórinn. Og er það íslenskt, erlent, allt í bland? Bara bland. Alls konar tónlist, sko. Hver messuhópur hefur sína svona sérhæfingu. Það er svona gamli góði íslenski kirkjukórinn eða einn hópurinn og svo annar er meira klassískt, syngur það kannski meira erlendum tungumálum og einn með léttari músík. Og raðar þú í kórinn eða fær fólk að velja sér hvað það vill syngja? Já. Í hvað kór ert þú? Ég er í svona Jakobskórnum sem er svona... Já, gamla góða. Já. Ég hef mjög gaman af svona gamalli kóratónlist. En svo er eins og Synkopa sem er bara mjög öðruvísi skemmtileg tónlist. Synkopa? Sem er annar kórinn. Það er svo sem sérum kannski, gospel, spirituals og jazzinn og poptónlistina. Það er alveg fyrir alla, sko. Og þið eru með tónleika, ekki satt? Segðu mér aðeins frá þeim. Já, við erum með, vort tónleikakórsins er á sunnudaginn, klukkan 4 í Akureyrarkirkju. Og við höfum síðustu árin sungið rosalega mikið útsetningum eftir Gunnar Gunnarsson, píanóleikari, Akureyringur. Og hann er náttúrulega bara einstakur, Gunni, óbáslega góður útsetjari og allt svo ljúft og fallegt hjá honum. Þannig að við ákveðum bara svona gera eitthvað meira með þetta, syngja bara útsetningar eftir Gunnar Gunn og fá kallinn norður til að spila með okkur. Já, frábært. Og eru þið búin að ná að æfa eitthvað með honum eða kemur hann bara og riggar þessu upp þarna? Já, það verður æft. Má ljústra þessu upp eða eitthvað. Það verður æft á sunnudaginn. Já. Nógur tími. Tónleikarnir ekki fyrir 4. Nei. Já. Og þetta er ókeypis að borgar fólk aðgang, segir þið? Það er aðeins að borga. Já, bara við innganginn? 3.000 kall, já. Það er 3.000 krónur, já. Og hvað komast margir gestir í kirkjuna? Vitið þið það eitthvað? Alveg 400 manns. Já. Margir, sko. Já, og engin forsala til að tryggja sér miða? Nei, bara mæta? Nei, þetta er svo afslappað. Já, ég held að. Hafið einhvern tímann þurft að vísa gestum frá á tónleikum? Ekki kirkjukórinn. Nei, það er nú gestarvið, sko. Það er hægt að koma
með aukastóla og svona. Eða allt gjörsamlega fyllist. Þetta hljómar mjög vel. Klukkan 4 á sunnudaginn í Akureyrarkirkju. Vor tónleikar kirkjukórsins. Og svo auglýsum við eftir karlmannsröddum. Ekki hika er sama tapa. Er eitthvað svona meira gert í kringum kórinn, einhver ferðalög eða eitthvað svona? Já, það nú alveg, það vorferð núna bara í næstu viku. Ok, hvert á að fara? Hvert á að fara? Við ætlum að syngja á Þórshöfn. Já. Kórinn hefur farið reglulega utanlandsferðir og svona aðeins lengri ferðir og við höfum einhvern veginn gleymt þessu landsvotni svolítið í ferðalögunum okkar. Já. Og Þórshafnar kirkja, við ætlum að halda tónleika þar 11. maí og það alveg dásalegt sönghús og þar býr dásalegt fólk og gott að koma. Og ætlaði að gista og gera ferð úr þessu þannig? Ég held að ég fara bara snemma á morgun svo koma á kvöldi. Já, dagsferð. Það verður svona dagsferð saman. Eitthvað sem skemmt þessar Húsavík á heimleiðinni. Já, þannig að það alveg svolítið mikið í kringum þetta ef maður vill vera meira með. Við vorum með bingo daginn og ég er náttúrulega með svona ýmskonar fjárhalplanir og ýmislegt sem gerist með kórnum. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu og bara gangi ykkur vel með tónleika og tónleikaferð. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk.